Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Það óhætt að segja að það sé alltaf verða vitlaust í leiklistarsenunni hérna norðanlands. Núna, í kvöld, verið að frumsýna fullkomið brúðkaup í Hofi og til mín eru samt komnir leikstjóri og leikari sýningarinnar. Velkomnir Símon Birgir og Pétur Guðjóns. Takk. Takk fyrir það. Ert þú að leika brúðgumman? Akkurat as we speak. Það passar. Ég Bjarni. Já. Við erum 6 í leikritinu. Já. Það Nína, Nanna, Bjarni, Trausti, Þröstur og Rakel. Og þetta fullkomið brúðkaup, Pétur? Algjörlega. Svona allavega daginn áður. Já. Samdægurs verður þetta ekki alveg fullkomið. Fáum við að sjá 2 daga í kringum brúðkaupið, eða hvernig? Nei, hann vaknar á morgni brúðkaupsdagsins. Já. Ég sem sagt vakna og við hlið mér kona sem ég þekki ekki. Þú ert ekki að fara að giftast þessari konu, sem sagt? Nei, ekki. Húf. Já. Ég ógeðslega þunnur að þetta eftir stekkjapartí. Stekkjapartí kvöldið áður. Mjög skynsamlegt. Mjög. Og já, ég bara í djúpum skít þarna þegar leikritið byrjar. Já. En fæ hérna Trausta, veislustjórann, sem líka besti vinur minn, í að hjálpa mér úr þessum skít sem ég kom mér í. Já. En eitthvað segir mér að þú munir bara grafa dýpri gröf, eða hvað? Eða tekst að bjarga þessu fyrir horn? Við klúðrum þessu svolítið. Það Trausti, sko. Hann ekki alveg með þetta hreinu og hann flækir líka herbergisternunni á hótelinu inn í þetta. Ruglast eitthvað á stelpum. Já. En sko plottistið í þessu nefnilega að stelpa sem ég sef hjá nóttina kærasta Trausta. Besta ekki skánara. Nei. En vissið hins ekki af því að þau væru par? Nei, hann vissi þennan ekki fyrir í lokin og það hefur sínar afleiðingar. Já. Þú ert að spoila öllu. Nei, ég segi ekki meir. En af því að þú ert að þá verði líka, því að maður nú tala karakterina, sko. Ég verði eiginlega að segja, sko, að við gefum 7. karakternum líf. Sem ekkert endilega í handritinu. Nei, ég hef talað hana. Já. Þannig hún lifnar við þarna hjá okkur. Fullkomið brúðkaup, þetta farsi. Já. Og góður farsi, myndu þið segja? Já, mér finnst þetta er skemmtilegt. Já. En það þetta ekki hurðafarsi eða hvað? Nei, ekki svona típiskur. Nei. Það svona meira aðstæðurnar sem eru kræfjandi og finnar. Og við ákveðum að setja þetta upp, sko, þetta sérst á sviðinu í Hofi, stóra sviðinu, þannig að þú gengur inn á svið og situr á sviðinu. Þú situr ekki í stóra áhorfendasalnum, þú ferð upp á sviðið. Já, og svo setjum til borðs og það er svona hugsunin með þessari uppfærslu. Þetta er gott fyrir hópa og við erum bara að hafa svolítið gaman. Þú situr við borð og getur mögulega verið bara eins og gestur í brúðkaupinu að drekka kaffi eða bjór eða eitthvað. Og ég held að sé nú alltaf líka sko segja frá því að karakterinni munu mögulega hitta eitthvað gestina fyrir sýningu, sko. Bara svona til að undirbúa. Það er líf og fjör allstaðar fram á göngum og allt. Já, það gæti verið dónaleg kona á ferðinni. Ég ætla bara að vara gestina við. Akkurat. Hvað ætlaði að sýna þetta oft? Er það á hreinu? Nei. Nei, það fer eftir aðsókn? Það fer eftir aðsókn, en hún er góð fram að þessu og uppselt í kvöld og nánast uppselt annað kvöld. Svo erum við með sýningarhelgi næstu helgi, sem sagt 8., 9. og 10. Já. Og það eru það eru 4 sýningar þá helgi. Vá. Svo ætlum við bara að sjá til. Og hvað komast margir í sæti þegar þetta er svona? Svona 80, 90, eitthvað svoleiðis. Þannig að það fer svona eftir bara hópum og svoleiðis. Og hvernig er þetta búið að ganga? Nú ert þú nýhættur í Línu Langsokk og bara komin beint í þetta. Lokasýning hjá okkur 16. febrúar. Já. Búið að vera mikil keyrsla, en ógeðslega gaman. Já, og svo bara beint í næsta. Já. Og þú ert í skóla með þessu? Já, ég er í menntaskólanum, Akureyri. Það er á félagsfræðibraut. Ég ætla að klára hana í vor. Já. Ertu sem að leggja þetta eitthvað fyrir þig, leiklistina? Það væri draumurinn allavega. Er það draumurinn? Já, það er það. Það er engin inntökupróf núna eða hvað í leiklistarskólanum á Íslandi, hérna Listaháskólann? Nei, sko, ég ætla alltaf að byrja að fara í hérna litla heimsreisu. Áður en ég ætla að læra eitthvað. Það viti. Já. Og svo sérðu bara til? Svo sé ég til. Ég er ekki nú ákveða neitt. Nei, spennandi. Kemur alltaf ljós. Akkurat. Og þið eruð að biðla til kannski, bendið á hópar gætu verið sniðu? Já, þetta... Taka sér saman starfsmannafélög? Já, akkurat. Og við erum þegar einmitt með hópa í kvöld og sem er svona skemmtilegt og
þetta svona hugsað, þetta gott partí, létt leikverk og bara koma í leikhús til að hlæja. Eru þið sjálfur duglegir að fara í leikhús? Þegar nú eru þið kannski svolítið fastir í leikhúsinu, það verið að sýna annað brúðkaup í Breiðumýri. Já. Og þannig að úr og grúir af leikhúsi hérna. Já, og sem frábært. Ég bara hef talað mikið það. Þetta ég held að Akureyri og nágrenni sé í einhverju sérstöðu bara á heimsvísu. Ég myndi halda það. Sjá bara hvað framhaldsskólarnir eru að gera. Já, svo náttúrulega Vafema nýbúið að sýna Buxum Alone og LMA að fara að setja upp bara Íslands frumsýning hérna og nýjum söngleik. Þannig að maður þarf að halda vel á spöðunum ef maður ætlar að ná þessu öllu. Já, en mæli með. Já. Þessar framhaldsskólasýningar náttúrulega frábærar. Ekki alveg hlutlaus en alveg sturlaðar. Leikstýrðir þú ekki Buxi? Nei, Ávaxtakörfunni í fyrra. Gunnar Björn. Alveg rétt, Gunnar Björn leikstýrði líka Línu, og Buxi. Já, nú örugglega. Akkúrat. En Jokka var í aðstoðarleikstjóri í Buxi og aðstoðarleikstjóri hjá mér. Já. Það getur enginn verið án Jokku. Nei. Eitthvað fleira svona sem þið viljið koma á framfæri að lokum? Þið eru 8 manna leikhópur eða hvað? 7, 8? Já, við erum 7 í rauninni. 7 leikarar. Já. Og við náttúrulega Drauma leikhúsi sem eru á bakvið, þetta náttúrulega bara splunkunýtt sem var til í kringum Gutta og Selmu í sumar. Og við erum svona bara fót okkur aðeins inn í menningarlífið hérna og bara... Þú samt vinnur í verkmenntaskólanum, ekki satt? Jú, ég í 50% stöðu þar og svo þarf ég að leika mér eitthvað með því. Svo leikur með, já. Nóg að gera í því greinilega. Já. Og Drauma leikhúsi ætlar einmitt að setja upp stóra sýningu á næsta ári með... Fenguð þið styrk? Já. Úr byggingarsjóði? Já, frábært. Nýr barnasöngleikur, þannig að hvar verður þú næsta vetur? Sennilega bara á hæninu. Heyrðu, frábært að fá ykkur í heimsókn, bara poi á frumsýningunni og gangi ykkur vel að selja miðana og hérna bara góða skemmtun. Takk.